Það verður auðvitað að vera jólatónlist í jólaföstudagsþættinum og hingað til mín komin Ólafur Sveinn Traustason, tónlistarmaður, og þú ætlar að spila fyrir okkur lag sem þú vilt meina að sé svolítið gleymt eða hafi gleymst í umræðunum jólalögin, það ekki? Jú, já, samkvæmt minni vitund að þá þetta lítið spilalag. Já. Kemur út 1971 á hljómplötu með systkinunum, Elli og Villa. Já. Þar eru mörg gleymdar lög sem eru fólki kunnug en þetta virðist ekki vera eitt af þeim. Nei, það verður ekki svona náð sama flugi og hin lög. Nei, en mér finnst það hins vegar mjög flott lag. Já. Þetta erlent lag sem var gerður íslensku texti við. Og já, ég veit ekki til þess að það hafi verið endur hljóðritað, mér vitanlega, minnst okkursti. Nei, sem svolítið merkilegt svona í ljósi þess að það er 50 ár núna næsta ári síðan þessi plata var hljóðrituð. Já, ætli ég verði ekki bara að gera bót á því sjálfur. Jú, ég er ekki frá því að þú verði bara að kýla á það, taka þetta á því, eins og segja. Já, og þetta er svona jóla á hafinu, er það ekki? Jóla á hafinu. Já. Þarna lýsir maður raunum sínum út á hafi, sjómaður sem ekki kemst í land til fjölskyldu og ættingja og heldur jólin einn greinilega eða ásamt kannski á öðrum sjómönnum. Það kemur ekki fram. Það kemur ekki fram, nei, einmitt. Það er kannski líklegra en það bara fylgir ekki sögunni. Já, akkurat. Já. Þannig að þetta er svona, og það er svona sem löng hefð fyrir því svona rauna jólalögum, ég minna Blue Christmas og Lonely This Christmas, það fullt af, þannig að þetta sver sig alveg í ætt við svoleiðislög. Já, ég reyndar hef nú ekki heyrt frumútgáfuna af þessu, ég veit ekki hvernig enski textin er við þetta. Nei. En það er náttúrulega sami textahöfundur er það ekki á mörgum öðrum lögunum þannig á plötunni? Jú, ég veit að textahöfundurinn heitir eða hét Jóhanna G. Erlingsson. Já. Og gerði meðal annars Jólin allstaðar og Jólasnjór á þessari sömplötu. Á þessari sömplötu, sem eru lög sem kannski fleiri þekkja. Já, þau hafa náttúrulega verið spiluð í gegnum árin og fólk kannast við. Já, hljóðrituð oftar. Já, hljóðrituð oftar líka. Það hjálpar, já. Einmitt, þannig að, og þú, hvernig uppgötvaðir þú þetta lag? Það var eiginlega fyrir tilviljun í fyrra. Þá er ég að fletti í gegnum safnplötu og þá, rúla bara lög sem að þekkir og gömul og nýrri. Og svo kemur þetta lag og ég bara kannast ekki við það, en maður náttúrulega veit hvaða lag, hvenær Vilhjálmur er að syngja, hann bara rödd sem við þekkjum og maður elst upp með. Þannig ég fór að kynna mér þetta eitthvað og fékk svolítið áhuga fyrir þessu lagi og greinilegt að það hafði, er ekki mikið spilað því að ég svo sem hlusta nú ekki mikið á Rás 1, en líklega er það þá eini vettvangurinn þar, kannski Rás 2. Já. Ég man ekki til þess að hafa heyrt þetta lag. Nei. Og þekki það ekki, ég hlusta mikið á íslenska tónlist og töluvert mikið á jólalög íslenskt í gegnum tíðina, sko. Já. Og ég man ekki eftir þessu lagi. Nei. Þannig ég fekk þetta lag bara pínu á heilan og finnst einhvern veginn eins og þurfi að gera eitthvað meira við það. Þannig ég er að taka það bara á mig. Ég hveti eindregið til þess og þú ætlar að leyfa okkur að njóta góðsæðinu og spila það fyrir okkur. Já. Þú á gítar og Valmar Valjóts með þér á píanó. Mikið rétt. Bara takk fyrir að koma í þáttinn og ég hlakka til að heyra ykkur spila. Bara gjörið svo vel. Takk fyrir mig. Ég langt frá öllum þeim sem ég mig langar heim, því hjarta mínu finn ég engan frið. Þó að nú sé jólanótt, finnst mér napurt allt of fljótt, engar jólaklukkur hljómum hafsins svið. Ég langt frá öllum þeim sem ég mig langar
hjarta mínu finn ég engan frið. Þó að nú sé jólanótt, finnst mér napurt allt of fljótt. Engar jólaklukkur, hljómum hafsins við.